Geimferðir. Geimöldin hófst þann 4. október árið 1957 þegar Sovétmenn sendu Spútnik 1 eða Spútnik 1 út í geiminn. Eftir að mannkynið öðlaðist tækni til að senda gervitungl út í geiminn hefur fjöldi gervitungla verið sendur til að kanna sólkerfið. Gervitungla hafa heimsótt allar reikistjörnurnar og skilað okkur ómetanlegri þekkingu á þessum forvitnilegu stöðum. Árið 1959 sendu Sovétmenn Luna 1 gervitunglið til tunglsins. Upphaflega átti Luna 1 að rekast á yfirborð tunglsins en Sovétmenn hittu ekki og varð gervitunglið þá það fyrsta sem komst á braut sólina. Árið 1962 sendu Bandaríkjamenn Mariner 2 gervitunglið til Venusar og var það fyrsta geimfarið til að heimsækja aðra reikistjörnu. 3 árum síðar flaug Mariner 4 framhjá Mars, fyrst geimfara. En fyrsti leiðangurinn út í ytra sólkerfið var Pioneer 10, sem sendur var á loft árið 1972. Pioneer 10 eða 10. flaug fyrst geimfara í gegnum smástirnabeltið og loks framhjá Júpíter árið 1973. En því var síðan beint út úr sólkerfinu. Pioneer 10 stefnir nú í átt að stjörnunni Aldebaran í nautinu. 6 árum síðar árið 1979 heimsótti Pioneer 11 Satúrnus fyrst geimfara. Eftir það var geimfarinu stýrt út úr sólkerfinu og stefnir nú í átt að stjörnumerkinu Erninum. Ef allt gengur af óskum flýgur Pioneer 11 framhjá stjörnu eftir 4 milljónir ára. Lega reikistjarna sólkerfisins á 8. áratugnum þótti svo heppileg að NASA ákvað að senda 2 geimför, Voyager 1 og 2, í leiðangur ytra sólkerfið. Voyager förunum var skotið á loft árið 1977 og heimsóttu þau Júpíter 2 árum síðar og Satúrnus árin 1980 og 81. Eftir að hafa flogið framhjá Satúrnusi var Voyager 1 beint út úr sólkerfinu okkar og hefur það nú ferðast lengst allra manngerða hluta frá jörðinni. Voyager 2 hélt áfram leiðangri sínum og flaug framhjá Úranusi árið 1986 og Neptúnusi árið 1989. Voyager 2 er nú á leið út úr sólkerfinu líkt og Voyager 1 og mun aldrei taka fram úr systurfari sínu. Leiðangrar Voyager hafa kennt okkur mest af því sem við vitum ytra sólkerfið og lagt línurnar fyrir komandi leiðangur í ytra sólkerfið. Niðurstöður Voyager leiðangranna juku enn frekar áhuga manna á ytra sólkerfinu, sér í lagi á reikistjörnunum Júpíter og Satúrnusi, og árið 1995 fór Galileo geimfarið á sporbaug Júpíter, fyrst geimfara eftir 6 ára ferðalag frá jörðinni. Galileo kenndi okkur heilmikið Júpíter og fylgitungl hans meðan á dvöl hans stóð, en endir var bundinn á leiðangurinn þann 21. september 2003 þegar geimfarið var látið falla inn í lofthjúp reikistjörnunnar. Árið 1997 sendi NASA á loft Cassini-Huygens geimfarið sem nú er á sveimi umhverfis Satúrnus. Með í för var evrópska könnunarfarið Huygens sem lenti heilu og höldnu á íslögðu yfirborði Títans árið 2005. Eftir áralanga bið var geimfarið New Horizons sent áleiðis til Plútós árið 2003, sem þá var eina ókannaða reikistjarnan. New Horizons verður fyrsta geimfarið til að heimsækja Plútó og Kuipersbeltið í júlí 2015, en þá eins og kunnugt verður Plútó ekki lengur reikistjarna því búið að taka hana af lista reikistjarna.